Ok, kæru Vogir, þá höldum við áfram. Hér er ég að skoða stöðuna þína undir niðri. Það er að segja hvað er að gerast í tilfinningalífinu þínu og hvað ert að glíma við í huganum sem kannski segir einhver frá. Sumt af þessu veistu kannski og gerir þig grein fyrir, en annað er ef til vill eitthvað sem að þú áttar þig ekki alveg á, en skýrir kannski margt þegar maður setur orð á það. Hér kemur upp líðan sem að er ansi erfið og hefur með sjálfsmatið þitt að gera. Það hefur verið að benda á hérna að þú líðir einhvers konar skort. Það er að segja, þér finnst þú ekki vera nógu góð eða góður, kæra Vog. Spilið talar að þér finnst aðrir vera meiri en þú, betri en þú, gáfaðri eða stærri á einhvern hátt, og þetta er tilfinningin að vera út undan. Tilfinningin að tilheyra ekki, heldur vera á kantinum eða vera utan, ekki utan gátta, heldur utan, að vera settur til hliðar, skulum við segja. Þessi tilfinning getur átt sér langar, djúpar rætur, eða getur verið eitthvað sem er nýtilkomið hjá þér, kæra Vog. Og inn í þetta blandast það að vera í einhvers konar sambandi sem er oft talað sem haltu mér, slepptu mér samband. Það er að segja þú stígur ekki af nógu mikilli festu inn í sambandi til að skuldbinda þig. En þú sleppir ekki takinu á manneskjunni nógu mikið til að slíta sambandinu. Og danglar bara einhvers staðar þarna á milli. Og það getur verið að hinn aðilinn í sambandinu sé á sama stað og þú. Og hér er verið að tala ósjálfstæði og sjálfstæði. Sjálfstæði, ósjálfstæði. Það er að segja, ég þarf að þér að halda. Nei, ég þarf ekkert að þér að halda. Ég vil að þú sért hérna. Nei, ég vil bara fá að vera einn. Þetta eru svona dálítið miklar öfgar í báðar áttir. Og það eina sem getur leyst úr þessari stöðu, sem er ekki að gera neitt, hvorki fyrir þig eða hinn aðilann, það er það annaðhvort að stíga heilindum inn í sambandið, tjá tilfinningar sínar og skuldbinda sig manneskjunni, eða að viðurkenna fyrir sjálfum sér að þú sért ekki nægilega sterkur tilfinningarlega, hafir ekki nægilega miklar tilfinningar og að það sé bara best fyrir þig að slíta þessu sambandi. Og þetta er smá flækja sem þú virðist vera í, kæra Vog.
sem að togar líka í strengina varðandi þar sem að ég talaði áðan, að finnast þú vera settu til hliðar, að finnast þú vera ekki nógu góður. Og það getur verið erfitt að glíma við þetta. Þú áttar til, kæra vog, samkvæmt þessum spilum, að grafa þig svolítið í vinnu. Að vera upptekinn, vera busy, loka þig af, draga þig í hlé, sökkva þér í verkefni sem fá þig til að hætta að hugsa þessar flækjur, ef við getum sagt sem svo, í gæsalöppum. Og þar af leiðandi ertu ef til vill að vanrækja annað fólk í lífið þínu. Þú gæti jafnvel verið að vanrækja sjálfa þig. Þú gæti verið að vanrækja það að gera hluti sem áður glöddu þig eða það sem að þér finnst skemmtilegt að gera. Þú gæti verið að vanrækja vini þína, fjölskylduna þína, börnin þín, makanið. En fyrst og fremst ertu ekki að fá þá ánægju út úr lífinu sem þú annars gæti fengið vegna þess að þú ert bara grafin í vinnu. Einhverjir myndu segja vinnualki. Ég ætla ekki að koma með neinar þannig skilgreiningar eða stimpla. En það er alveg ljóst að þessi líðan sem ég talaði áðan er að valda þér vanlíðan og það er það sem við ætlum núna að skoða, hvernig þú getur best tekist á við þetta eða unnið þig út úr þessum hlutum. Kraftaverk. Kraftaverkin gerast á hverjum degi. Þau þurfa ekki að vera stór. Lífið sjálft er kraftaverk. Allt sem við gerum, bara það að vera á lífi er kraftaverk. Og hérna hefur almættið ákveðið að vera með þér í liði og senda þér, blessa þig með kraftaverkum. Að blessa, ég nota þetta orð ekki oft og margir tengja þetta við trúarbrögð, kristni og eitthvað slíkt. Í mínum huga er þetta bara það að óska einhverjum ástar, kærleika, vellíðunar og heilunar og að gera allt sem í þeirra valdi stendur til að manneskjunni farnist vel. Kraftaverkin eru að verki hérna í lífiðinu og af því að nú við vorum að tala sambönd áðan, vanrækt sambönd við sjálfa þig líka og það að vera í haltu mér, slepptu mér sambandi eða einhvers konar veit ekki hvað ég á að kalla það, einhvers konar óskilgreindu sambandi, getum við sagt, þar sem að tekst á sjálfstæði og ósjálfstæði. Þú fær hérna
spil sitt hvoru megin við kraftaverkið, þar sem eru pör. Og þó að maður og kona séu á spilunum, þá þarf það ekki að eiga við í þínu tilviki. Kynin skipta ekki máli hér, en á öðru spilinu er verið að tala tengsl og skuldbindingu. Það að fara af heilu hjarta inn í samband við aðra manneskju, já, það getur hljómað dálítið scary, ég veit. En eins og þið segja á enskunni að bonda, það í raun og veru það sem áskortir í þessari stöðu sem ég var að fjalla og það er það eina sem að getur í raun og veru leyst þessa flækju. Þessi skuldbinding, þessi tengsl, það að bonda við aðra mannesku getur líka átt við þig sjálfa, kæra vog. Ef þú ert ekki í neins konar skuldbindingu gagnvart sjálfri þér, það er að segja ákveðin í því að vera góð við sjálfa þig, að elska sjálfa þig, þá ertu í svolítið vondum málum. Þú þarft að lofa sjálfri þér að standa með þér, faðma sjálfa þig. Nú ef er verið að tala hérna samband við aðra mannesku, þá styður hitt spilið, það sem ég var að segja, með skuldbindinguna. Það að skuldbinda sig því að lifa samkvæmt einhverjum gildum, einhverjum sameiginlegum gildum, að byggja upp, það getur verið að byggja upp fjölskyldu, það getur verið bara að byggja upp sambandið. Hann er hér með lítið barn á handleggnum. Þetta litla barn getur verið þú, að taka sjálfa þig með inn í þessa skuldbindingu líka. Mér finnst þetta svolítið skýra sig sjálft og engin ástæða til að í raun og veru tvítaka allt sem hér kemur fram. Þetta eru ákaflega sterk spil, falleg, björt, einföld, skýr, miracles, það er að segja kraftaverk, bonding, tenging, tengsl og commitment, skuldbinding. Kæra vog, vellíðanin og tengingin bíður eftir þér þarna úti. Þú veist betur en ég hvað ræðir. Takt á móti kraftaverkunum sem eru þín og sem eru á leiðinni til þín. Og leyfðu almættinu að blessa þig. Ég óska þér alls hins besta, ljós og kærleikur.